Það ekki flókið að fá hið eina sanna grillbrauð. Weber. Heitustu grillin. Komið þið sæl og velkomin í eitt og annað af grillinu. Þátt sem er líklega ekki gott að horfa á þegar maður er svangur. Ég er alltaf búinn að vara ykkur við. Sólin er fann að skína og þá rífum við grillið fram. Hérna fyrst ætla Sturla og Hallgrímur. Þeir eru konur með bleikt og girnilegt flak. Ætla að skella því á grillið og elda fyrir okkur. Hér er komin eitt bleikur. Það er einn bleikur, já. Er hann úr sveitinni? Hann er úr sveitinni. Stundum við nú... En er þetta ekki halda á sleppa allt í dag? Hvernig... Já, en það er nú einn og einn svona sem við þurfum að drepa sem kannski flugan er svolítið föst í og blæður og... Þeir verðum að taka gæðatest, sko. Já, gæðatest. Hvort þetta sé í lagi. Já. En er ekki komið að því hjá okkur? Jú. Hvernig ætlar að fanda? Sem sagt, heil grilla svona flak og við ætla að krydda hérna með við byrjum á grófu salti eða flugu, íslenskt og pipar. Svo setjum við hérna smá olíu. Gerum þetta ekkert flókið? Nei. Þegar hráefnið er svona flott, Nei. Þá erum við ekkert að brasa þetta neitt mjög mikið? Nei. Svo finnst mér gaman að hérna skella svona sítrónu. Þetta úr læmi hérna. Og læm. Gera hann svona síðkvort. Gerum þetta eins og Gísli-vinur okkar hafa gert það? Já, nákvæmlega. Svo hérna skellum sem bara hérna beint á grilli. Og við munum grilla þetta í svona cirka 5 mínútur. Við vorum ekkert að snúa hann við og hérna látum bara brennum vel skinnið, roðið og hérna svo alveg restina þá ætlum ég að setja hérna birki sem ég er búinn að þurrka, týndi út í Þórdísarúti hérna. Já. Og hérna, Fá reik? Fá reik og aðeins reykja með þetta. En það má alveg eins og bara kveikja vel í roðinu. Hér er engin álpapír, það er ekkert verið að brasa, við erum ekkert að taka hann af. Nei. Leyfum honum að sitja. Já. Ekkert að snúa, ekkert vesen. Ekkert vesen. Þetta er flott. Það sem er atriðið þegar maður er að grilla svona lax á roði að þá hérna skipta honum hérna í skiptir áhverjabötu eftir hvað maður gera bara. Því nú erum við búin að brenna roði vel og smegjum hann hérna milli fisk og roðs. Þá er þetta svona laust bara hérna. Bara klárt. Já. Skiljum roðið bara eftir. Já. Ekkert vesen. Nei. Fólk er stundum svolítið feimið við að grilla fisk. Heldur þetta sé, en hérna er bara tricksið að halda roðinu. Já. Og gera þetta einfalt. Já. Já, stundum er einfaldasta leiðin svo besta. En stundum getur flókna leiðin líka verið betri. Hérna næst ætlum við að líta á dýrasta og óhefbundasta grill sem ég hef allavega séð. Ég ætla ekki að segja meira, við skulum kíkja á innslagið. Dagur er að kvöldi kominn og hungrið farið að gera vart við sig aftur og komið að því að vígja nokkura tonna grillið okkar og ekki laust við að það sé spenningur á meðal myndatökumannanna þeirra Stefáns og Sindra. Enda viljum við halda því fram að þetta sé eitt stærsta og dýrasta grill á Íslandi og trúlega það eina sem er með ámokstugstækjum, 16 gírum áfram og 4 aftur á bak. Það kemur því aðeins einn staður til greina fyrir þessa vígsluathöfn og er það Herjólfsdalur. En í Landnámu segir að Herjólfur son Bárðar Bárakssonar, bróðir Hallgríms Sniðbaka, hafi fyrst byggt Vestmannaeyjar og bjó í Herjólfsdal fyrir innan Ægisdyr.
við höldum áfram á óhefðbundnum stöðum til þess að grilla. Við ætlum að kíkja á víkingaskipið Vésteinn frá Þingeyri og það sem að auðavi dýrafjarðarins voru snædd borð. Jón, við erum komin borð í Vésteinn. Já, við erum komin að borða Vésteinn. Af hverju Vésteinn? Vésteinn var bróðir Auðar, konu Gísla Sússonar og báturinn ber nafnið hans. Já. Hann var sigldur mjög, Vésteinn, hann fór víða, sigldi víða og hefur ábyggilega farið til Austurlanda því að hann kom stundum með fallega gjafir til þeirra systkinanna, Þorkels og Gísla. Víðförull maður. Víðförull maður, já. Þannig að það var talið við hæfi að tileinka honum skipsnafnið. Já. Hérna á Þingeyri sem náttúrulega vagga Gíslasögu. Fallegt skip. Glæsilegt skip, já. Og maður róast leið maður kemur borð. Það ekki? Það eitthvað svona við seglin og góðan trébát. Akkurat. Þetta alveg frábært skip og búið að sigla töluvert bara mikið á því og gengið vel. Hann smíðaður hérna á Þingeyri af Valdimari Elíassyni og fleirum. En þið eru nú að gera meira í víkingastíl en bara Vésteinn. Það hefur verið svolítið víkingalíf á Þingeyri. Það er búið að vera töluvert mikil svona menning í kringum þessa víkingaheima eða víkingatímabil á Þingeyri og það er búið náttúrulega að búa til heila mikið svæði, víkingasvæði með girði og sviði og þess áttar. Er langeldur? Og langeldur. Já. Og svo eins og þú sér nú og farþegaormaka, þá eru nú mikið til að klæðum. Já. Það eru margir íbúarnir sem eiga víkingaföt og þau fara gjarnan í þetta og svona dögum. Ég sé að lopapeysan sem að frúin prjónaði mig, hún er ekki í stíl sko. Ég er aðeins nýtískulegri. Já, þetta er mjög skemmtilegt og svona á hátíðisdögum þá klæða sumir sig upp í þetta og í tilefnum. Já, en þú ert nú ekki bara að sigla, þú ert að stela mínu hlutverki og stendur hér og matreiðir. Já, það er hluti af þessu prógrammi hjá okkur að það er að vera svona í matarstúsi líka. Þannig að ég fæ líklega að gera það sem ég líkar best og þykir skemmtilegast að það er að borða. Það er að borða, já. Við ætlum að hafa elda svona smá hádegisverð. Já. Og hvað er í matinn? Það er steinbítur í matinn. Þá er komið að auglýsingarhléi, þannig að ef þið gleymduð að borða fyrir þáttinn, þá er þetta líklega rétti tíminn til þess að tendra í grillinu. Það er ekki flókið að fá hið eina sanna grillbrauð. Weber. Heitustu grillin. Þegar næst er komið að auglýsingum. Nei, ég er aðeins að grilla ykkur. Við erum á leiðinni í Borgarfjörðinn þar sem að Þráinn ætlar að grilla fyrir okkur skötusel. Jæja, Þráinn. Selur, skötuselur. Já, það er alveg besta grilli sem hægt er að fá á fisk. Þéttur. Mjög svo. Góður. Menn segja oft ef að er ekki að ná í humar, þá bara nærðu í skötusel. Já, nákvæmlega. Það er svona... Og klassíska sagan fyrir 20 árum þá var þessu hent. Já, klálega. Og þetta eru líka það er alveg beinlaus, maður er ekki að pilla niður bein úr honum og hann kemur bara, hann getur fengið að svona fisk sjálf. Já. Og besti fiskurinn á grilli þannig að hann er svo þéttur, eins og segir. Þannig að ég ætla nú bara að hafa þetta einfalt og bara skera niður í einhverja steikur. Já. Og marina hann létt bara. Og við fórum í garðinn, klipptum nokkra jurtir. Og hvað ætlar að gera við þessar jurtir?
Herðu, við ætlum bara að nota jurtinu úr garðinum aðalega á skötusölinn. Svo ætlum við að setja í hendi í svona græna sósu. Svona útgáfu, svona salsa verde eins og oft kallað, svona með jurtum bara og olíu. Svona hérna, einfalt, svona gott með grillinu. En hvað náðurðu nú að elda í Líón? Það var nú skötusölu líka. Er það ekki? Jú. Og? Það var fiskur og kjöt? Það var fiskur og kjöt og lamb. Þannig þetta var nú svolítið okkar heima héraði, svona hráefni? Mjög svo. Það var akkurat hérna, svona, hann var reyndar frá Skotlandi, ekki skoður á hérna. Nei. Segir sama. Sama hafið, ja, annað land. Þannig að hérna, en þetta var hörku keppni svolítið og mikið spenna og mikið aksjón í þessu. Hvað hugsar maður þegar maður lappar inn í búrið og klukkan fer að stað? Er eitthvað? Það er eiginlega ekkert hugsað, það er bara að byrja það. Þetta er búið að æfa þetta svo mikið að þetta er allt svona sjálfuritt bara. Og leið og klukkan fer að stað þá fauk stressið sko. Já. Stressið er aðalega bara þegar maður er að byrja. Að bíða. Bíða og það er verið að taka út eldhúsið og það er svona, þú veist, maður veit, þá ræðir maður ekki alveg við það, en svo leið tíminn er komin að stað, þá er þetta eiginlega bara algjörlega í okkar höndum, mér og Bjarna á þeim tíma. Og hvað ertu með langan tíma inn í búrinu, inn í eldhúsi? Inn í búrinu það eru 5 tímar og svo í fyrsta rétt sem er þá fiskrétturinn og svo er það þá hérna 35 mínútur í kjötið. Þannig að þú hefur mjög takmarkaða tíma þarna á milli. 5,5 tíma og eldað fyrir dómarapanelinn. Hvað eru það margir? 14 manns. 14 manns. Þannig að þetta er samt svona, það er mikið gert á 5 tímum samt. Já, það er hlaupið. Já, það er mjög hlaupið. Herðu, ég er búinn að saxa hérna niður bara jurtinu í garðinu sem var timjan, rósmarín og stinsilja, pínu hvítlaukur, ólíuolía og ætlum bara svona aðeins að dressa hann og marina upp úr því. Grillið eru sjónandi. Grillið að hitna. Setja jurtinu hérna. Er ekki makað þessu eitthvað? Jú, vel. Þannig að restina. Svo svona pínu sítrónu, svona börkur. Já. Gefur þessu svona aðeins. Það er vanmetið krydd, sítrónan. Algjörlega. Við notum svolítið of lítið þessu heima. Börkurinn er krydd. Krydd. Og safinn í sósurnar. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna erum við búin að salta þetta aðeins. Aðeins að leiða þessu að liggja. Fínt að leiða þessu að liggja, gera þetta kannski svona klukkutíma áður. Þegar maður byrjar að elda. En það hefur nú væntanlega verið aðeins meiri gír með þér þegar þú fórst út. Heldur en hérna litla borðið okkar við grillið núna. Heldur betur. Það var svona mikið apparat. Það var bara tonn af dóti sko. 1000 kíló. Já, til að elda fyrir 14 manns. Er það ekki svolítið of mikið eða? Jó, Þú gerir það ekki heima, þú eldar við 14 heima létt bara fyrir, með ekki 50 kíló sko. Við tökum ekki tonnið. Nei. Herðu, við ætlum að grilla pínu aspas með þessu. Já. Og ég bara brýta svona. Kannski að þú tekur hérna restina, það hjálpar, það brotnar henni við trénaða partinn. Við erum að nýta eitthvað. Já. Þannig að þetta þýðir bara að trénaði parturinn, hann er farinn og eftir situr gullfallegur aspas. Sem bara klár á grillið. Þannig að við ætlum að dressa hérna vorlauk og aspas. Vorlaukurinn er bara klár, ég er búinn að reyna aðeins hreinsa hann. Já. Þannig að við bara svo dressum hann líka hérna upp úr pínu olíu. Ég er með pínu sítrónolíu. Ég ætla að læða með þetta. Og hérna, hún er bara svona, getur keypt út í búð, einfalt. Búið að fá pínu bragð í sig. Saltum þetta hérna. Þó maður hafi þetta einfalt, þá eru þessi smáatriði svolítið mikilvæg. Já. Til þess að opna bragðið í matnum okkar. Þetta er nú bara klárt til að fara okkur leið hjá okkur. Já. Við kannski vindum okkur í það og meðan myndi ég saxa í grænu sósunni. Bara vel heitt maður. Ég er hérna að saksa niður steinselju og kóriander í sósuna. Saksu það svona fínt. Þarf ekki að vera ógulega fínt en fínt að svona merja hana aðeins og fá bragðið. Opna bragðið. Þú kemur út
til Frakklands. Varstu búinn að fara eitthvað, vissur eitthvað við hverju var að búast? Aðstæður úti? Ég var búinn að fara nokkuð til Frakklands og búinn að fara á keppnina áður og horfa. Þannig að ég sá okkur þeirra þriggja keppti og Viktor. Já. Og búinn að náttúrulega kynna svona aðstæðum á hvernig þeir æfðu sig fyrir það, fylgdist með því öllu ferlinu. Þannig að ég hafði svona samanburðinn. Þannig að það er svona mikilvægt við þessa keppni eins og alltaf að læra af bara það sem aðrir hafa gert og hvernig aðrir gerðu það. Menn alltaf að vinna svona keppni. Já. Og við Íslendingar höfum nú aldeilis verið að sýna frábæran árangur gegnum árin. Já, við höfum verið þarna uppi með þeim alltaf í topp 9. Já. Og svona mis upp og niður. Þannig að við höfum alltaf verið, já, það eru mörg lönd sem hafa ekki nátt svona árangri. Stóru lönd í Evrópu. Herði, við erum ekki bara að borða skötusel, við erum að hafa eitthvað með honum. Já, það ekki. Hérna ertu búinn að henda í salsaverði. Já. Kryddjurtir, laukur, kapers, olía. Pínu svona sjálfátt laukur, hvítlaukurinn já, og olíuolía, svo salt. Þessu fersk. Já. Og svo setja ég rífi út í hana líka aftur. Svona sítrónubörk. Hann er bara að detta hérna hjá okkur körlunum. Tökum hérna minnsta bitann. Það er mikilvægt að tímasetja svolítið stóran bita, lítinn bita. Þetta þarf ekki allt saman tíma. Nákvæmlega. Það er mjög rétt hjá þér. Það er svona að fylgja þessu. Þú ætlar að grilla svo aspasinn og vorlauki fyrir mig. Er það ekki? Það er bara að svipað. Ég er bara orðinn svangur. Það er ekki að smakka þetta bara. Er ekki komið að því? Jú. Það er alveg dúna mjög. Eitt svona. Sumarlegt. Sumarlegt og gott. Ha. Nú deilum við. Nú deilum við saman. Ha. Grillbræður. Bræður. Í Þverárhlíð. Borgarfirðinum. Ha. Í svona góðu veiðiveðri. Ég vona að veiðimennirnir verði sáttir þegar þeir koma inn. Nú ef það er engin veiði, þá var í þínu verkahring að gera annað bara Já, það var að pressa kokkinn. Þetta er rosalega ferskt. Þetta er svona sumar. Já, en Hallgrímur er sannarlega búinn að vera í aðalatriði hjá okkur í þessum þætti og til að kóróna frábæra frammistöðu þá ætla hann að skella skaggfiskri lambakórónu á grillið hérna handa okkur í lokin. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þú ert farin að grilla? Það komið sól. Já. Þá grillum við. Það er alltaf gott að vera á Akureyri. Já, alltaf best að vera á Akureyri. Búið að vera brjálæðislega kallt og alla að tala annað. En hvað er þetta að gera? Nú erum við komin með skagfiskt lambakórónu sem ég er búinn að vera að marinera núna. Svona kryddblanda sem ég geri sjálfur. Og það er trix. Ertu með blóða penna? Já, ég er með heila. Það er tekur smá olíu, uppáhaldsolíuna þína og örlítinn kjötkraft út í. Marinerar úr því. Ég vissi ekki að maður ætti uppáhaldsolíu. Að minnstakosti 15-20 olíur á hverju heimili er bara lágmark. Já. Hver er uppáhaldsolían þín? Ég á eina sem heitir Oro og hún kemur í svona gylltri flösku og er dýrara en allt sem kemur í flösku. Já, bara, hvorki meira en minna, bara ylvatn. Og þannig að þú lést að marinera lengi eða? Já, ég er búinn að marinera yfir nótt núna og svo bætti ég aðeins aftur á áður en ég sett á grillið og pensla svo á meðan ég er að grilla, sníða þessu og pensla og set meira. Og er þetta eitthvað sem bara matreiðslumeistarar geta gert? Bara olía og kjötkraftur. Þú þarft bara meistaragráði í þetta. Nei, þetta er það einfaldasta sem við getum gert til þess að marinera kjötið okkar. Þetta eru bara 2 hlutir og skeið. Og hana nú, og síðan bara meðlæti og... Já, við byrjum náttúrulega einfalt. Það er nú búið að vera bara
Það er bara búið að vera skítkalt, Hilda, þannig að... Ekki segja þetta er næst á landsvísu. Þannig að við förum bara varlega í sakirnar og í dag setti ég bara saman grillpinna, grænmetspinna, en ég lagaði ferska og svolítið spicy epla og kotasælu sósu með. Karrí, engifer, smá chili, fersk en spicy. Ég held að allt sem þú segir matakynns hljómar girnilega. Það á að gera það. Og svo, þetta er eins og með olíurnar, það verða allir eiga 10-12 olíur heima, nokkrar tegundir, eftir hvað er að gera. Og ég er í sama gír í saltinu. Ég hef einhvern tíðan sagt þetta áður, sko, salt er ekki bara salt. Hérna erum við með reiksalt, reykt flugusalt og hérna er uppáhaldið saffransalt. Dýrasti pakkinn. Alltaf þarf það að vera eitthvað þannig samt. Ég fékk þetta í jólagjöf. Ég nota þetta spari. Eins og núna. Þannig að við vígjum grillið með því að krydda kjötið okkur á eftir með smá saffransalti. En svona lambakórur, þetta er nú ekki endilega það algengasta sem maður sér á grillinu. Nei, en þetta er náttúrulega bara lambahrygkurinn okkar sem er búið að taka í tvennt. Já. Því að við vitum að það kemur svo gott bragð af beininu. Við viljum hafa sumt kjöt á beinu. Og þetta er bara, þegar við erum komin með lambahrygginn, en samt svona eins og fíle. Já. Að færa þetta svo í kveikinu og gíollu hérna. Það væri verra. En ef ekki bara leyfa þess að klára að grillast og smakka svo? Jú, náttúrulega veðrið til þess að bara horfa á þetta grillast. Jæja, þá er þetta klárt. Ég er komin á æfingu, ég er greinlega aðeins að... Ég þarf að fara að æfa mig. Er eitthvað trikk við að grilla? Nú er grillvertíðin að hefjast. Hvað þarf fólk að hafa í huga? Hafa grillið rauðglóðandi heitt þegar við byrjum og snirta mestu fituna af kjöti. Ef við erum með mjög feitt kjöt, eins og hérna, ég snirti aðeins puruna en hún brennur vissulega ef við fylgjumst ekki nógu vel með. Við erum komin á æfingu. Svo að lækka bara og setja jafnvel upp á efri hilluna ef við eigum svona fín grill að halda elduninni áfram þar og jafnvel síðustu 4 mínúturnar bara hreinlega slökkva. Leyfa kjötuna að jafna sig, stinga því á brettið sitt og njóta. Já. Og náttúrulega síðan er það bara þetta, tékka á gaskútnum, þrífa það frá síðasta vertíð. Ég notaði grænsápu og gamla nöðþóttabusta og svo smúlaði ég bara með garðslöngunni. Já. Og það var svo nýtt. Nákvæmlega. En er það ekki bara spurning að smakka? Jú, ég held við erum ekkert að bíða neitt lengur eftir þessu. Nei, það er nokkuð. Má maður ekki bara, má ég fara í puttana? Já. Er þetta bara spurning um það? Núna nörtu við. Þetta er bara puttamaturinn. Er það grínast? Geðveikt. Lamb. Lambahryggur. Kóróna. Skagafirði. Þá komum við að lokum hjá okkur sem er bara alveg hreint ágætt því þátturinn má bara ekkert vera lengri. Söngdin, hún er farin að kalla, ég er farin að setja eitthvað gott á grillið og ég sé ykkur svo í næsta þætti. Það er ekki flókið að fá hið eina sanna grillbrauð. Weber. Heitustu grillin.